12 Viktor Svavarsson, nr 19 Kristján Kristinsson, 21 Viggo Hlynsson, nr 6 Andri Helgason, nr 9 Róbert Pálsson, 25 Hilmar Sverrisson, 27 Falur Guðnason, 77 Lýridón Dubjaku, nr 11 Kristján Jóhannesson, nr 5 Viktor Mójísek, nr 7 Sölvi Egilsson, nr 47 Freyr Våge, 84 Hektor Pálsson, nr 15 Pétur Egilsson, 14 Drú Jakob Baron, 22 Gunnsteinn Birkisson og 71 Guðmundur Helgason og síðast ekki síðan 94 Brynjar Bergmann. Verið hjartanlega velkomin og njótið leiksins. Góða kvöldi, ég heiti Baldur, ég ætla að lýsa þessum leik hérna á milli Fjölnis og SR hér í kvöld. Búumst við bara frekar góðum leik á milli þess að tveggja. Þá fer þetta allt að byrja hérna þegar fyrstu línunar stilla sér upp hérna á miðjum ís. Fyrir Fjölni er það Viggo Hlynsson sem ætlar að taka þetta fyrsta face-off og fyrir SR er það þá Haukur Karvelsson. Það er Fjölni sem vinnur hérna fyrsta face-offið. Missa hann aðeins þarna inn í sínu einu svæði og SR kominn strax á ferðina hérna. Martin reynir að vinna puck tilbaka en SR kemur hérna á markið. Sendingin kemur hérna yfir á Benedikt sem að reyna að senda hann inn en Martin tekur á mótunum. Puckurinn hérna kominn í miðju svæðinu, Viggo með hann, sendir hann hérna yfir, niður á Viktor sem reynir að finna sendingu, missir puckinn.
Hættulegt þarna, Axel reynir að vinna hann tilbaka en gengur ekki. Hilmar kominn hérna á fleygiferð, nær að vinna þennan út úr svæðinu svo sannlega og sendur á Falur með skotið. Það er varsla. Puckurinn settur hérna yfir í icing. Fyrsta flautan kominn. Strax. Björnin kom með stóra sjensa hérna. Hilmar nær að skauta alla leið djúpt niður í svæðið. Finnur sendinguna yfir á Fal sem tekur skotið en flott varsla þarna hjá markmanni SR og Jóhanni. En það er Leiriton sem vinnur face-offið fyrir Björnin. Robby tekur skotið hérna af bláu línu. Markmaður verð Axel kominn hérna á fleygiferð, nær sendingunni upp en ekki mikið lengra en það. Hilmar nær pucknum á endanum. Hilmar kominn á fleygiferðina, kemur hérna djúpt inn í svæðið, tekur skotið en Jóhann ver. Nú er það SR sem kemur hraða upplaupið en Andri stoppar það. Fer sjálfur en ekki svo langt. Björni reyna að taka niður sitt svæði, reyna að róa niður spilið en mikið pressa hérna frá SR til að reyna að stöðva það. Sendingin finnst hérna upp á Hector, Hector strax með skoti og fer af kiluna Jóhanns og upp í glerið. Andri reynir að halda hann vinna inn á battan, hann gerir það en Freyr ekki nógu góður til að ná þessu pekki þarna. Skautar hann, SR skautar hann hérna upp, taka sinn tíma. En Hector með góða kilvu þarna. Og það er Rætt sem er með góða pressu og vinnur puckinn tilbaka fyrir sitt lið. SR komið í uppspilið. Rætt rétt missir á þessum pekki. Hector finnur Kristján Hróðar fyrir aftan markið upp á Viktor. Finnur hérna eitthvað chip inn í miðuna en enginn þarf til að ná þessu pekki. SR byrja upphlaupið sitt nema hvað þeir missa puckinn handa. Viktor er aftur komið með hann, reynar að skauta honum inn sjálfur, gengur ekki og Trú endar á hann og dömpa honum djúpt. SR róa niður spilið fyrir aftan sitt mark, spilur hann síðan upp. Prattspil hérna á Finnur og Axel, já. Alexander á punktur reynar að skjóta en Martin er kominn í það. Hann er að chipa honum út. Jóhann með hann, stoppar hann þarna. Dæsing, Viggo með puckinn. Hættur í stað þarna og Jón setur hann yfir á Viktor. Viktor finnur skotið, Jóhann ver og rýbandi kemur. Markið losnar þarna aðeins. Flott pressa þarna hjá Fjölni, ná að vinna puckinn þarna. Alla lið yfir, taka síðan skotið á markið en virkar ekki að setja hann inn í þetta skiptið. Það er Fjölnir sem vinna face-off og skotið kemur strax en fer rétt svo yfir markið þarna. SR reynir að spila pucknum hérna upp. Gera það, finna hann í miðjuna, Jón sterkur á líkamannum og stoppar þetta. Kristján hann reynir að finna Viggo, puckurinn fer djúpt. SR aftur reynir að spila honum upp. En Robby stoppar það, setur puckinn enn og aftur djúpt niður í varnarsvæði SR. Reynir að spila honum út, finna hérna sendingu en náðu ekki að taka á móti honum og Robby setur hann bara aftur út úr svæðinu. Andri skautar hann upp, alveg sjálfur. Droppar hann hérna á Fal en Axel sterkur þarna á þessu, setur hann aftur út. Róbert reynir að finna sendinguna upp en SR fyrir Leiriton þarna, finnur sendinguna yfir Hilmar. Hilmar kominn fleygiferð, 1-1, reynir að finna skotið, sendir hann aftur á Leiriton. Dragur hann hérna á netið og setur skotið en fer stöngina á framhjá Falur. Aftur niður á Hilmar, Hilmar upp en puckurinn fer fram hjá öllum.
þá það aftur SR hérna, en það dómur. Rahed fær 2 mínútur fyrir hooking. Nei, það dómur á Fjölni. Ekki á Rahed. Það Andri sem fær 2 mínútur fyrir hooking. Fjölni vinnur face-offið og Sölvi setur hann strax djúpt. SR ætla að reyna að nýta sér þetta powerplay til að koma sér upp einhvers konar forskoti í þessum leik. Og Alex hérna sendir hann yfir inn í miðjuna. Axel kominn á ferðina og tekur skotið en fer hann á vítt. SR reyna að spila hann í sínu sóni. Alex hérna sendir hann upp. Dalir með skoti og pökkur fer í netið. SR vinna face-offið á þessu sinni. Edvard með hann á línunni og sendir hann. Reynir að finna sendinguna yfir en gengur ekki. Börgundur spilar áfram. Edvard aftur komið með hann á blálínni. Tekur skotið. Það blokkað þarna. Framan Nikita. Flottur á vörslunni. Pakkurinn ennþá laus. Skotið kemur Axel með hann. Stöngin skoppar upp. Prófar. Reynir að setja hann út, gengur ekki. Sendingin kemur aftur upp hérna á Edvard sem reynir að finna sendingina niður á Axel en það gengur ekki. Edvard skautar hann upp. Finnur Alex. Finnur Axel. Axel reynir að koma að einhverju spili hérna í gangi en Sölvi stoppar hann. Sendingin kemur hérna fyrir bak við markið, aftur upp á Axel, aftur niður og skotið kemur en ekki nógu vel sett og fer fram hjá. Hector kastar hann út. 22 sekundur eftir á powerplayinu. Axel skautar hann upp. Reynir að búa til spil. Björni kallar fyrir offside en ekkert sett. SR frá markið sendir hann yfir Axel. Tekur skotið en fyrir að rétt vítt. Flott hitt þarna hjá Kristjáni. Viggo kominn yfir á Kristján en ekki gengur það. Kristján setur hann inn á Andra en Andri nær ekki að setja hann á markið. Og Viktor á blálínu, tekur skotið. Edvard nær að blokka hennan fram hjá. Viggo hérna bak við markið, ætlar að reyna að búa til eitthvað spil, sendur hann upp á Robba en feltur Viktor með skotið. En halda Fjölnir áfram, ná að vinna pökkinn, nei, gera það ekki. Benedikt reynir að spila hann eitthvað, Þorsteinn reynir að spila hann eitthvað en át, gerir það ekki. Þá það Andri hérna á kantinum, nær að koma sér inn í svæðið, tekur skotið en Jóhann með hann. Edvard setur hann hérna út. Andri grípur hann, setur hann aftur inn. En SR róa niður spilið. Hilmar og Falur reyna að pressa hérna og gera það mjög vel, vinna pökkinn tilbaka. Falur hérna, setur hann inn á Leridon. Finnur Hilmar og Hilmar með skotið. Pökkurinn endar í milli púðana hjá Jóhanni. Flott pressa þarna hjá Björninum. Þeir vinna face-offið hérna. Prófar, setur hann niður á Leridon. Leridon reynir að skauta hann hérna inn á markið og setur hann á Jóhann en Jóhann kastar hann frá. Alex hérna nær að spila pökknum út en Prófar grípur hann á undan. Reynir að finna Viktor. Hilmar grípur hann í staðinn. Setur hann síðan á Viktor. Viktor róar spilið niður. Prófar. Nei, Jón búinn að skipta við hann. Björnin kom í skiptingar.
byrja síðan uppspilið. Jón upp á Freyr grípur hann, setur hann á Hector nær ekki alveg að taka á móti þessum og SR spila hann strax út. Barátta hérna í nútrósvæðinu en Sölvi nær að setja hann djúpt. SR reyna að spila hann upp. Fær sendinguna hérna Axel er á flegi ferðinni, tekur skotinn, fer framhjá. Pakkur er kominn djúpt hérna í varnarsvæði SR. Byrja að spila hann upp. Það er leikur hérna. Pakkur fer í icing. Mikið fram og tilbaka hér í byrjun þessa leiks. Bara á þessu powerplay sem SR er búinn að fá og þessu nokkru sóknum sem að Björnin er búinn að ná að nýta sér. Björnin vinnur face-offið, setja djúpt hérna en Kristján nær ekki að taka á móti þessu en Viggo gera það. Reynir að finna marki, missir hann síðan hérna þegar reynir að setja hann upp en vinnur hann tilbaka, flottur hérna. Martin setur hann upp á Robbi með skotið, fer framhjá Andri. Reynir að halda hann minni, gera það. Axel setur hann hérna yfir en Martin er kominn í pressuna. Edward spilur hann hérna fram. Nær finna puckinn en Andri flottur á líkamannum og stoppar þetta spil. Kristján setur hann yfir Robba. Fjölnir koma í uppspilið, Falur tekur hann inn að skauta með hann alla leið. Finnur sendingar inn á Leridón en nær ekki alveg, en Viktor kominn hérna. Setur puckinn, það er dómur. Það eru 2 mínútur fyrir hooking á Markus Ólafsson. Þá fá Björnin að reyna á sitt powerplay. Ósnefnt þarna á þessu face-offi. Björnin vinnur þetta face-off, setur hann hérna yfir á Robbi. Spilur hann hérna kring, Falur, setur hann hérna, reynir að finna eitthvað uppi en enginn þar til að grípa hann á puck og Björnin þarf að spila honum aftur inn. Það er Andri sem ætlar að gera það allt sjálfur og kemur hérna á flegiferðinni. Rósíðan spilir niður, ætlar að reyna að brjóta upp þetta sem SR eru búin að stilla upp. Gera það hraðar sendingar hérna á milli. Hilmar tekur skotið en fer yfir. Robin næra bjargunum hann á blálínunni. Leridón reynir að finna sendingur inn en gengur ekki. Fær hann vissulega aftur frá Robba en puckurinn hérna kastaður út og SR kominn á flegiferðina. Hérna kemur múfið og hann skýtur yfir. Hittur upp í glerið þarna. Axel, Oregon. Viktor hérna bak við markið. Ennþá mínúta eftir af powerplayinu. Martin spilur hann upp, droppar hann tilbaka á Viktor. Viktor heldur áfram, reynir að spila hann en puckurinn endar úti. Viggo hérna tekur hann sjálfur. Finnur Martin. Martin setur hann inn á Kristján. Kristján með skoti og setur hann upp í hornið. Flott spil hérna hjá Byrninum. Næla sér í 1 mark og eru komnir í forystu. 1-0 fyrir Byrnin.
Komið aftur í gangi, klukkan ennþá stopp. Klukkan ennþá stopp. Ég ekki viss hvort að þetta muni telja. Jú, klukkan komin aftur í gang. Loksins. Þá leikurinn stoppaður á offside. Nei, þetta virðist vera Jón sem hefur fengið kilvu í hausinn eða hvað. Eitthvað farið í hausinn á honum þarna. Þetta að fara af staðinn á bráðum. Ennþá vantar markið upp á töflu. Það Björni sem vinnur þetta face-off. Robby sem tekur á móti honum. Esser kominn hérna nær að vinna puckinn tilbaka. Spilur hann hérna, snúður sem hringi horninu, finna Edward þarna með skotið. Puckinn endar þarna á Nikita og hann þrýstir hann. Esser vinnur face-offið, taka skotið og Nikita verða en puckurinn skopar hann fyrir framan og þeir reyna að lemja hann inn en það gengur ekki. Spilur hann hérna, baka markið, Söndingi kemur, falur, vinnur hann út. Leridon, skautar hann alla leið hérna, Hilmar, setur hann niður á falur, skautar hann inn, setur hann á Hilmar. Reynir að finna Leridon en puckurinn aðeins, skopar aðeins svo mikið hérna. Venda niður á Leridon, aftur á falur. Þeir eru á skautunum inn, setur hann hérna fram á markið en ættulegt þarna og SR vinna puckinn. Koma hérna á uppfyllu, skoti kemur Nikita, grípur hann þarna. Smá rifrildi þarna framan mark Bjarnarins. SR vinna face-offið, puckurinn halda á að halda honum inni en endar hérna niðri hjá prófari. Maður reynir að finna eitthvað uppspil en gera það ekki og SR. Puckurinn endar hérna kominn djúpt niður í varnarsvæði Fjölnis. Kemur líka með henni en ekki nóg til að taka puckið frá þeim. Viktor bak markið. Reynir að búa til eitthvað spil. Skilur, en þá endar hann bara puckinn eftir og allir komið í skiptingar. Það er Robby sem ætlar að reyna að spila um upp. Reynir að finna sendinguna en Helgi nær að stoppa það og Axel kominn inn að flegiferðina inn í svæðið með Alex með sér. Reynir að finna Helga þarna en Helgi puckurinn nær ekki alveg til hans.
reynir að vinna tilbaka hérna í hlutasvæðinu, gengur ekki. Robby baku markið. Setur hann hérna alla leiðinu upp á Kristján skautar hann inn. Finnur Martin með skotið og Jóhann Verða. Skopar hérna út upp á Andri. Setur hann á Martin. Setur hann á Viggo með sendingunni yfir en Edvard nær að blokka. Spilur hann hérna upp. Viggo vinnur hann tilbaka. Nú er að Martin kominn hérna á fleyferðina með skotið og skýtur hann yfir. Reynir að finna sendingar fyrir framann. Það er SR kominn á fleyferðina. Viktor stígur í hann og þarna kemur Andri. Tekur líkamann. Kári hérna. Hundar hann niður. Hundar hann upp á Arnar. Kári aftur með hann. Skautar hann minni. Komur með puckinn inn, setur hann þetta miðjuna. Takkur að kasta þetta út og skotið kemur en endar ekki á markinu. Kári á blálínunni. Snýra sig fyrsta manni, tekur hinn. Setur puckinn niður í hornið. Falur nær að vinna hann, setur hann upp á Hilmar. Reynir að skauta upp en hann er stoppar hann að Magnús. Holding á Magnús, 2 mínútur. Grípur þarna í Hilmar þegar hann reynir að komast framhjá. SR vinna face-offið og Edvard setur hann strax hérna út en Andri stoppar hann á bláu. Leirðan setur hann niður, Falur tekur á móti. Byrjar spilið sitt í powerplayinu. Nú þegar búinn að ná einu marki í powerplayinu. Leirðan reynir að finna eitthvað annað í miðjunni. Andri yfir að Robba. Niður á Falur reynir að finna sendingar inn en það gengur ekki. SR reyna að skjóta honum út. Puckurinn laus þarna í horninu og Andri fær hann á bláu. Sendir hann yfir á Leirðan. Alla liði yfir á Robba og Robby reynir að skjóta honum upp en flott blokk þarna sem dýfir sér og skotið kemur síðan frá Fallen. Jón með hann. Mjög flott þarna hjá Lukas. Dýfir sér til að blokka þetta skot. Björnin vinnur face-offið, setur hann innan niður á Viggo sendur hann á Kristján og Kristján reynir skotið en puckurinn fyrir framhjá. Martin sendur hann niður á Viktor hérna, aftur upp á Martin, niður á Viktor. Reynir að spila hann áfram en flott þarna hjá Hauk og setur hann út. Viktor. Reynir að finna Viktor, Örn hérna en það gengur ekki. Kristján en Haukur flottur aftur þarna, blokkar þessar sendingar. Edvard sömuleiðis og Kári ná að setja puckinn þarna djúpt. Bara 40 sekúndur eftir á powerplayinu. Björnin ætlar að spila honum upp. Smá misskilningur þarna en reyna að spila honum upp og aftur er það SR að stoppa það. Kári setur hann hérna niður. Þeir ætla bara að spila honum upp sjálfir. Ekkert vera að dömpa honum þarna. 10 sekúndur eftir á powerplayinu. Ætla að fá sína sókn. Alex reynir að finna skotið. Kemur ekki. Hector tekur hann líka með Freyr. Setur hann bara alla leið. Það er æsi. En SR fá mannin sinn inn á.
SR vinnur face-offið, Magnús hérna á bláu línunni næri ekki að taka þetta skot því Freyr er kominn í pressuna. Vinnur ekki á hann pökkuna, Alex nær að setja hann hérna fyrir fram að markið en Hector vinnur pökkinn út úr því. Skautar honum hérna alla leiðinu upp, fer sjálfur. Reynir að finna sendinguna yfir og Robba hérna á markinu en sendingin kemur ekki. Hector aftur, sendir hann hérna inn á. En pökkurinn fer hérna djúpt. SR byrja uppfyli. SR þar offside. Björnin vinnur face-offið og setja strax bara út af, skoppar hann að kilunni hjá Kára. SR vinna pökkinn, Benedikt hérna. Byrja að spila honum upp. Kastar hann bara djúpt niður í svæðinni, Nikita reynir að grípa hann og næri ekki. Benedikt á bláu línunni, setur hann hérna inn. Andrew tekur líka með hann og ítur hann hérna út og þeir ná pökknum inn í svæðið en ekki mikið lengur. Gummi setur hann aftur inn. SR með hann og spilur hann hérna upp. Hákon reynir að taka mótanum en Viktor setur hann bara alla leið niður í æsing. 1 mínúta og 38 sekundur eftir af þessum leikhluta. SR vinnur og tekur skotið strax. Pökkurinn fer hann framhjá. Kristján reynir að spila honum upp en Magnús tekur á mótunum. Axel flottur hann á kilunum, nær að grípa þennan pökk í loftinu og Viktor reynir að finna hann út en Axel tekur á mótunum. Alex reynir að finna sendinguna tilbaka en setur hann bara framhjá markinu. Pökkinn á bláu línunni, skotið kemur inn í Nikita. Farin er bringan á ver. Björnin vinnur face-offið, prófar, finnur sendinguna enda upp á Hilmar, Hilmar skautar honum upp alla leiðina. Sendir hann hérna yfir Falur, tekur á mótunum, reynir að finna skotið á markið, gengur ekki. Hilmar setur hann niður á Leridón, Leridón reynir að skauta honum inn, finnur hérna Hilmar aftur. Yfir á Leridón, Leridón með skotið og Jóhann Vereda. Flott varsla hérna og líka flott spil en 50 sekundur eftir að leikhlutanum. Hilmar tekur á mótunum, ætlar að skauta honum inn en Leridón stelur honum hérna af honum og aftur Andri hérna. Andri fær hérna interference á sig en spurning hvort það hafi verið viljandi til þess að stoppa þetta uppspil hérna. SR voru komin með 2 á móti 1. Ja, 2 á móti engum segi ég. Það var bara Nikita þarna í markinu sem hefði getað stoppað. Mistök þarna hjá Leridón, stelur pökknum af Hilmari á bláu línunni og hleypir honum ekki inn. SR vinnur pökkinn en aðeins svo langt og skoppar hérna alla leið yfir í fyrra svæði. Axel spilur honum hérna upp á Kára, Kári spilur honum inn. Í horninu finna Edvard á bláu línunni, setur hann niður á Kára, Kári reynir að finna Alex þarna en gengur ekki. Axel, Edvard reynir að taka skotið en Viggo blokkar það. Jón ætlar að skjóta honum hérna út og klára leikhlutan þannig.
ennþá 40 mínútur eftir þessu leik, en eftir fyrsta leikluta er það Björninn sem leiðir 1-0. Tökum okkur smá pásu.
Jæja, áfer þetta alltaf hefjast hérna fyrir annan leikhluta hérna. Við erum að fylgjast með leiknum í Eiríkshöll. Það er Björnin á móti Skautafélag Reykjavíkur. Staðan er 1-0 fyrir Björninum. Það var Kristján sem náði því marki. Það var í powerplay sem Björnin voru búin að ná sér í. En nú er það SR sem er að byrja hérna á powerplay í 1 mínútu og 24 sekúndur sem þeir fá í þessum leikhluta. Byrjun þessa leikhluta. Búin að vera mikið fram og tilbaka í þessum leik. En mér finnst það alltaf að vera að byrja. Bæði lið komið með línum sínar í sinn, allar að stilla sér upp. Það er SR sem að vinnur face-off við en reyna sendinguna hérna tilbaka en Edvard næri ekki alveg að taka á mótunum. Edvard ætlar að reyna að skauta hann upp. Vinnur sendinguna hérna niður. Axel spila hann upp á Hauk. Haukur skautar hann hérna áfram. Það er Hákon sem setur hann djúpt og Nikita tekur hann á mótunum en Haukur er kominn á flegi ferð á móti þessu. Hérna Axel sendur hann hérna upp á Alex yfir á Edvard. Aftur niður á Kára, Kári hérna yfir og Haukur með skoti. Það kemur ekki. Bökkurinn kominn djúpt niður í varnarsvæði SR. Og Edvard byrjar að skauta honum hérna upp. Haukur upp á Hákon. Kári setur hann djúpt. Hákon hérna skautar hann inn. Viktor er hann fyrir honum og nær að hægja hans á honum. Edvard. Edvard á bláu línunni. Tekur skotið en Nikita er með hann þarna. Pökkurinn ennþá fyrir framan. Hákon nær að setja hann hérna yfir á Kára. Kári setur hann yfir og Edvard á bláu línunni. Andri kominn aftur inn á hérna. Axel reyna að finna skotið en Hector nær að stoppa þetta. Hector skautar upp með pökkinn og fer svolítið framhjá. Hector hérna finnur Hilmar á. Helgi byrjar að skauta honum hérna upp. Hilmar nær að stoppa hann hérna. Leirton nær pökknum hann á bláu línunni en missir hann aðeins fyrir utan svæðið. Falur hérna kominn á flegi ferðina inn í svæðið. Reynir að finna skot á markið og gerir það þarna en Hilmar setur hann. Hvar er pökkurinn? Hann endar hérna bak við markið. Virtist enginn alltaf finna hann. Rahat reynir að skauta með hann en Robby tekur hann baka í varnarsvæði Fjölnis. Robby heldur hann bak við markið og ég sé ekki hver þetta er. Viggo. Jón hann bak við markið. Jón byrjar uppspilið. Viggo droppar hann aftur niður í Jón. Sendingin kemur hérna. Í varnarsvæði SR. Martin nær hann að koma sér inn fyrir en Pökkur pókar hann út. út. Og halda honum inni. Og Axel kominn hérna á fleyferðina. sterkur inn og skýtur á markið. Það fer framhjá. Kári að reyna að finna skotið. Gengur ekki. Skýtur og þeir ná að verja hann. Og Kára. Martin fær hann en missir hann. Flækast hérna saman Viggo og Martin. Martin byrjar að skauta honum inn. Setur skotið á markið. Og það fer framhjá. Viggo niður í horninu. Vinnur pökkinn. Finnur sendinguna upp á Hróar. Spilar hann niður á Viggo aftur. Kemur yfir á Viktor. Og hann skýtur Og setur hann inn. Viktor
Fær hann að stóðsendinguna frá Viggo. Viktor setur hann aftan í netið. Kemur Fjölni í 2-0 forystu. Björnin vinnur face-offið. Kastar hann strax hérna djúpt og Edward skautar á eftir. Það er icing. Brynjar ekki nógu hraður til að elta þetta. Þeir stilla sig þarna upp í varnarsvæði Bjarnarins. Það er Gummi sem ætlar að taka þetta face-off. Og SR vinnur og skjóta strax en í netið. Edward þarna með fljótt skot eftir þetta face-off en ekki alveg nógu langt niðri hérna með þetta skot. Það var skemmtilega að vera niður. Hann reynir að þeir koma honum út og hann er þarna einn. Kristján setur hann á marki. En Jóhann hann í markinu á SR. Grípur þennan listilega. En Björni nær sér í face-off í varnarsvæði SR. SR vinna face-offið hérna. Ætla að byrja að spila uppspili. kom honum út úr svæði. Nei. Halda honum inni, Kristján. Halda honum inni, en það er hörð barátta þarna. Kristján enda með að setja hann djúpt þarna. Viggo reynir að vinna hann tilbaka. Gerir það. Finnur Jón Albert. Tekur skotið. En Jóhann hann með góða vörslu og vinnur hann til Benedikt en aftur vinna Björnin hann tilbaka. Jón. Og hann skýtur en það fer í Jóhann. Arnar. SR reyna að spila hann út en það er Allir þetta. Það er dómur kallaður á Viktor Örn. Sýnist mér. Eða hvað? Nei, engin dómur kallaður. Jú, á Hilmar. Nei, það er á báða. Það er Hilmar og Hákon Áhugavert, en sem lenda þarna í boxinu. Spurning hvort við fáum þetta sem 5-5 spil ennþá eða 4-4. Ég myndi halda það fyrst að dómarnir koma á sama tíma. En hvað þeir fá? Það eru 2 mínútur á báða. Ég veit ekki fyrir hvað dómarnir komu. Sýndist einn af þeim hann á Hilmar vera fyrir tripping en sá ekki hvað það var á Hákon. Það er svolítið óljóst. Þeir spila 5-5 áfram.
Þá spilaði bara þangað til klukkan er komin 0 og síðan á næstu flautu mega leikmennirnir fara aftur á bekkinn. Og af því að þetta er ekki dómur á bara eitt lið, það er á bæði, þannig að við stillum okkur upp bara þar sem að spilið var stöðvað. Vorum að fá skilaboð þarna frá boxinu að við erum ekki komin af stað ennþá af því það er verið að taka út dómana af klukkunni. Þá koma þeir væntanlega bara inn á fyrstu flautu eftir 12:53. Þá er það Fjölnir sem vinnur hérna face-offið. Robby tekur löngu sendinguna yfir hérna á Andra. Reynir að finna eitthvað en tengir ekki á markið. Færi vissulega puckinn hérna aftur niður í horninu. Setur síðan niður. Inn í svæði og stóðum áfram inn í svæði. Róbert skýtur en þeir verja. Falur reynir að finna... Skot en flott varsla hjá Jóhanni. Já, flott spil hana. Þeir reyna að koma pekkinum hana niður inn í markið. En það gengur ekki alveg. SR vinna face-offið. Edward kastar hann bara strax alla leiðina hingað. Það fer strax í icing. Og það er icing. Það eru Björnir sem vinna þetta face-off. Nei, það er tekið af þeim. Það vantar 2 sekúndur á klukkuna. Leridon finnur Andra aftur niður á Robba, reyna að finna eitthvað spil hérna, gera það með Leridon hann í miðjunni og þeir koma inn í varnarsvæði SR en hitt hann og það er interference kalla strax á Robba. Hittir aðeins síðan og markmaður SR kominn úr boxinu. Nei, úr krísunni þarna og SR fá ekstra manninn. Alex þarna með skotið á Nikita. En halda þeir segmönnum inn á. Þá flautar Sindri og fær í boxið fyrir Ruffing. Róbert þarna aðeins aggressífur ýtir í. Sá ekki hver að var en einhvern leikmann SR. Það er SR sem fær að reyna á powerplay einu sinni enn. En bara búinn að sá 1 mark úr powerplay og það var Fjölnir í fyrsta powerplayinu sínu í fyrsta leiknum við það. Og það er
Björninn sem vinnur þetta face-off. Og þeir ná honum út úr svæði og koma honum yfir. Setja hann strax hérna djúpt. Það þarf að eyða eins miklu tíma á Viggo. Sterkur á pressunni, vinnur puckinn tilbaka. Pínu bardagi þannig puckinn. En engin dómur á þetta. En halda Björninn pucknum. Ætla að reyna. SR með puckinn og fara með hann yfir. Og Björninn nær honum. Hector flottur þarna í vörninni. Hann reynir að hafa trú á einhverjum öðrum en það bara kemur enginn. Edvard þarna tekur líkamann. Stórt hitt. Það var Kári sem ætlar að Hann reynir að koma sig hann í gegn en hann er hægt aðeins á honum. Og Jón þarna á battanum, vinnur puckinn tilbaka. og kom honum út. Flott vörn hérna hjá Birninum í þessu powerplayi. Er hann á að drepa það alveg. SR skýtur á markið en það fyrir framhjá. Axel hérna á blálínni, setur hann niður. Endar hjá prófari sem ætlar að reyna að setja hann út en Kári er á blálínni og nær að stoppa það. Flott blokk hérna hjá Viggo sem stoppar þessa sendingu. Jæja og hann Ekki sólar kemur hann í skotið. kringum markið og það er sending yfir og Skotið kemur en ekki viss hver fekk hann í sig þarna en það er Viktor Örn sem komur á flegi ferðina. Ætlar að reyna að pressa á þennan puck sem gengur ekki. 5 sekúndur í að við fáum Robba aftur inn á. 5 á 5 aftur. vippa honum þarna inn í svæði og er komin aftur út og hróar. Og Sölvi þarna fær stórt hitt á sig. Þetta var alveg stórt högg Stoppleikurinn. og það er pirringur á milli liðanna. Þetta var ekki fallegt högg. Nei, engin dómur til þess að dæma. Sindri segjast þetta hafi verið löglegt hitt en ætlar samt að tala við aðstofadómara sína. Hann liggur ennþá í jörðinni. Fær þarna beint. Hvort það hafi verið í hausinn sýndist það en hann er kominn á lappir aftur. Sölvi. Sterkur leikmaður. Ætla bara að minnast á það báðir Líkur, snillingur. Já, bæði lið eru komin aftur með sína leikmenn úr boxinu sem var þarna Hilmar og var það ekki Magnús sem að lettu þarna í boxinu á sama tíma þannig þeim var ekki hleypt inn á fyrir hana á flautu sem var vissulega kom núna. Sindri þarna talar við báða forliðana, fyrirliðana. Það er þá hann að Kári og fyrir hönd SR og Róbert fyrir hönd Björnarins en sýnist ekki vera neitt dómur á það þannig við förum bara aftur í 5 á 5 spil. Vonumst til að sjá Sölva aftur í þessu leik. Það er Kári sem vinnur þetta face-off og spilar hann strax hérna alla leiðinu upp. Reynir að fá sendinguna tilbaka en það gengur ekki. Það verður Freyr. Tekur skotið en Jóhann grípur hann bara. Aðeins og snett þarna hjá SR en þeir fá eina viðvörun. Þeir taka annað. Þetta skipti allt í lagi og SR vinna hann en Björni ná að halda honum inn í svæðinu. Hector
sterkur hann. Finnur skotið á markið fyrir framhjá. Og þeir halda honum inn í svæði og hann Hector hann reynir að... fyrir að vitlausan mann. Hector nær honum aftur, kemur honum inn í svæði hjá SR. Nú er það Ákveður að nýta sénsinn og skipta. SR taka sinn tíma en byrja hérna uppspilið. Og hann reynir að hafa trú á einhverjum en það kemur enginn. Robby hann nær að blokka þetta skot frá Kára sem að kastast alla leiðin niður í varnarsvæði SR. Og góð pressa hérna hjá Fjölni sem vinnur tilbaka pökkinn. Robby setur hann bara á markið. Skoppar hérna af og yfir á Viggo, svo setur hann yfir á Martin. Aftur á Viggo, aftur á Martin. Martin hann góður ítir aðeins í Benedikt hann. Og fær killuna í sig en ekki dæmt. Þannig Viggo. Já, þeir náðu og það skotamarki en hann nær að verja. Flott varsla. Þarna hrint Viggo niður. Og það pínu pirringur. Og það beint í boxið með Edvard. Já. Fjölnismenn ánægðir með það. Það þá væntanlega fyrir fighting. Edvard fær. Það eru 2 mínútur sem að Björnin fær í powerplay. Andri reynir að finna sendingarna hann yfir en blokkað. Finnur á endanum Leridón sem skautur honum inn. Finnur Fal. Reynir að finna Robba en Robbi rétt missar honum næra að setja hann aftur samt á Fal. Andri missir pökkinn hann út úr svæðinu. Leridón. Jæja, hann Skautar kemur honum hann inn fyrir. aftur inn í svæði hjá skautafélagi Reykjavíkur en yfir. Andri á blálínni. Þeir halda honum inni áfram og það skot en hann fer í Markus. Annarkvæmt þeirra, ég sá það ekki. Robbi. Yfir á Andra. Aftur á Robba og það Reynir að Þetta var finna pínuskita. Já, reynir að finna sendingarna hann á Hilmar og Hilmar næri ekki alveg skotinu af. Nei, og það skot á markið Og hann fyrir inn! Hvort hann hafi skoppað hann að Fal eða ekki, sá ég ekki, en Andri skýtur honum og Falur var fyrir ekki mark! Ekki mark! Það goalie interference. Það 2 mínútur á Leridón fyrir goalie interference. Núna væri til að sjá þetta aftur. Vá. Mjög áhugavert, en Ég ekki viss. Ég var ekki búinn að taka eftir því að Leridón var eitthvað sérstaklega fyrir þarna en við Sindri- getum ekki breytt skoðunni hjá dómarunum. nei, Sindri virtist að sjá eitthvað þar. Eina sem ég var að fylgjast með þarna var geðveikt skrín hjá Fal en við erum komin í 4-4 spil í 56 sekúndur. Það SL sem vinnur pökkinn og tekur strax skotið. En hann fer fram hjá Hákon. Hákon með hann og hann Sendir henni á Axel. og Axel skýtur en hann fer yfir.
Kristján. Harður á honum, nær að halda þessum pökk. Nær að halda hann þrátt fyrir. Alex finnur skotið en Nikita verður þetta. Offside. Það pínu spenna í almenningnum Já, og öðrum leikmönnum. stúkan hennar öskrar fyrir þetta offside. En 6 sekundur í að Edward komið aftur inn á. Björnin vinna face-offið. Robby. Aftur yfir á Andra. Setur hann alla leiðin yfir. Það ekkert æsing af því að Edward kominn aftur inn á það 5 á 4. Robby þetta með hann. Yfir á Andra að reyna að eyða einhverjum tíma hérna. Andri tekur feikinn. Og Robby. hann yfir á Hilmar, en Hilmar nær honum ekki. Edward sem tekur hann á mótunum og setur hann yfir á Magnús. Spilar hann upp á Kára. Sem ætlar að skauta með Hector hann. þarna að reyna að ná honum. Það hörð barátta. Edward á bláu línunni. Setur hann niður. Aftur upp á Edward. Yfir á Axel. Inn í miðjuna á Hauk. Og það skotað en fer svolítið framhjá. Stutt í að Leirdal komið aftur inn á. Og það skotað markið en hann nær að verja. Þeir halda hann lengi inn í svæðinu. Kári. Kári Tekur skýtur á skotið. markið og það fer yfir. Bæði lið komið í 5 á 5 spil hérna. Leirdal kominn aftur inn á. En Edward finnur sendingjörnina yfir á Radek en hann missir á honum og pökknum chipaði hérna út. Kári. Setur hann bara djúpt Og það high sticking. á Andra. Andri fær high sticking og það face-off í varnarsvæði Fjölnis. Frekar átt að reyna að grípa hann þarna en ekki fara með killunni í þetta. Nei, það ekki. Nei, það er ekki dómur eða það er bara stoppa spil eða það er ekki í hausinn á. Engin hætta þannig það er bara stoppa spil og face-off. Og snemmt þarna, Leirdal kominn af stað aðeins og undan. Pökkum droppar. Tímanum verður ekki haldið. Ekki. Þeir taka bara annað face-off og Þetta skiptið er að SR vinnur vinna hann. þetta. Falur hérna, flottur að vinna hann tilbaka. Þorsteinn þarna missir hann til Leirdal. Leirdal. En fer alveg svolítið framhjá. Það var aðeins þarna. Falur heldur hann hérna inni, setur hann á Leirdal. Leirdal skautar hann hérna upp. Finnur skotið á markið en Jóhann verða aftur upp á Leirdal. Viktor Og það með skot en hann Grípur. flott varsla hjá Jóhanni. Skot bara búðunum og beint upp í hanskan. Aftur og snemma hana, þannig að pökkum ekki droppa. Enn og aftur og snemma hana. En SR heldur á að vinna þetta. Pökkum sett hérna alla leiðin yfir. Andri setur hann hérna út og Martin tekur á móti. Martin tekur skotið á markið, setur hann alla leiðin yfir. Þeir halda hann inn í svæði og
Andri heldur Róbert Andri og það er skotamarki en skoppar aðeins. af búðunum hann af Kristján. Djúpt niður í svæðið, finnur Martin, setur hann upp á Robba. Robbi, hann Yfir á Andra, feikar skoti og dettur. Martin tekur hann skítur og það er mark! Viggo tekur hann að rýbáti og setur hann inn. Flott mark hann hjá Viggo. Hæ. Já, það er Björnin sem vinnur þetta face-off. Viktor tekur hérna á mótanum fyrst og setur hann bak markið á Hróar. SR með hálfa vinnur að vinna tilbaka en það gengur ekki. Hann skýrst alveg hann í gegn, en já, Magnús bak markið, tekur á mótanum, setur hann hérna yfir á og SR ná honum út úr svæði og fara Hector þarna, tekur líkamann, stórt hitt. Mjög flott, stoppar þetta spil. og SR ná honum inn í varnarsvæði Bjarnarins og Kári hann reynir hann að skotið. skjóta en Kristján Hróar flottur og nær að blokka það. Kári heldur áfram á blálínu en endar að missa hann og Magnús setur hann bara djúpt. Edward setur hann inn á markið og skotið kemur og það er blokkað þarna. og Viktor sendir hann þarna ég sé ekki alveg hver þetta er Edward tekur og skotið. það er skot en það er hann spreyjaði þarna í andlitið á markmanninum. Hver er þetta? Er þetta númer 23? Það er Hákon Magnússon. Spreyjar í andlitið. Nikita ekki sáttur með það. Bara eðlilega. Það að tala þarna við Sindra. Ekkert sem Sindri þér gert svona eftir á. Það er ekki dómur á það. Nei, ekki mikið sem Sindri getur gert þarna eftir á. Nei, mikið Það ekki séð þetta. En Björnin vinnur face-offið. Robbi sendur hérna alla leiðinu upp á Hilmar. Hilmar heldur hann ekki. Setur hann yfir á Leirdón, sendur hann yfir. Hilmar með skotið. Hann fer framhjá. SR reyna að rimma honum hérna út en Robbi sterkur á blálínu, heldur honum inni. Setur hann yfir á Hilmar. Hilmar reynir að finna fall hérna en Alex flottur að stoppa það. Haukur. Sindri er hérna fyrir þeim en Alex enda með fökki fyrir utan svæðið. Reynir að finna Axel, gengur ekki. Kastar eitthvað kylfinu þarna. Bökkur fyrir æsing. Þá er það Björnin sem vinnur þetta face-off. Kári hann að missi pökkin í þessu face-offi. En Leirdón kominn inn á flegi ferðina. Tekur hann inn í sónið en stoppaður. Og Kári kominn á ferðina. Tekur skotið og Nikita verða en enginn nær reboundinu þarna nema bara Viggo sem sé hann ítt niður. Leirdón reynir að finna sendinguna á Andra en stoppaður þar af Hákoni. Jón með skotið, setur hann yfir. Martin þarna reynir að finna eitthvað spil, sendur hann yfir á Viggo, gefur hann upp á Jón. Með Og það er skotamarki en Pokkurinn ennþá og laus. aftur rebound en
Já. Martin nær ekki alveg Martin tók rýbandið. En aftur Martin fyrir fram að markið setur hann hérna fyrir og Fer fram hjá. einu sem hefði þurft þarna Kristján að pota honum inn en nærði ekki alveg. Og Martin skýtur þarna en flott varsla hjá Jóhanni. Martin aftur á bláu. Og aftur skot hjá Martin. Kristján reynir að setja hann inn hann á rýbandinu fyrir aftan sig en það gengur ekki. Góðir sensar hjá Fjölni. Stór slagur þarna. Og pínu spenna í leikmönnum. Já. Pínu pirringur. Lítið eftir að þessum leikluta og síðan bara 20 mínútur eftir þannig að SR þarf aðeins að fara að spýta í lófana að komin hiti í leikmenn. Falur og Robby, kapteinn og aðstofakapteinn Fjölnis að tala við Sindra þarna, sömuleiðis þetta ekki Axel Oregon sem líka að tala við hann. En ekkert dæmt á þetta, bæði liðin svona örugglega jafn mikið að sök. Sá þetta ekki alveg, þetta fór alveg fram hjá mér þessi slagur þarna. Það er SR sem vinnur þetta, Alex. Skýtur hann hérna upp, Axel. Spila honum hérna áfram. Alex. Reynir að finna Benedikt, gerir það Benedikt með skoti. Fann Freyr, stoppar það. Alex, aftur. Edvard með skoti og skoppar hann af Viktori. En Nikita nær að grípa það. Það er Björni sem vinnur face-offið. Andri hérna rimmar honum út yfir á Leridon. Falur reynir að vinna hann. Robby tekur sterkt á mótor hann, setur hann í klóið á sig sjálfum og Falur finnur Leridon á blálínni. Hilmar komin í gegn. Leridon með skotið, setur hann í... Fór þetta inn. Þetta var markað og spildi mig. Fáum við mark. Mér sýndist það er mark! Það er mark! Það er rétt, þetta hefur farið í aftari stöngina þarna. Mjög flott spil hjá Fjölni. Staðan er 4-0 fyrir Fjölni. Staðan var ansi strempi fyrir SR með 1 leikluta og 39 sekundur eftir að þessum. Eftir í leiknum. En mjög flott mark þarna hjá Hilmari. En þá aðeins rifrildi í mannskapnum. Pínu pirringur, en Aðeins vera tók og íta í treyjur. það nú breytir samt ekki að Fjölni er að vinna. Nei, ennþá er staðan 4-0. Nú Það er kemur... pirringur en við höldum bara áfram.
Robby. Yfir á Andra. Reynir að finna upp á Hilmar. Hilmar nær snerting á bökkinn þannig að það er ekki æsing. Hann dundrar með þarna út, Robby nær honum. Yfir á Andra. Hilmar tekur á móti honum hann og setur hann inn. Okkur hann setur hann yfir Hákon. Þeir ná honum út úr varnarsvæði og Kári kominn á fulla ferð en Andri nær að taka líka og stoppa. alveg. Þeir halda honum inni. Hilmar ætlar að reyna að spila hann út en ekki nægur tími til. Staðan er 4-0, annar leikluti er búinn og við bara sjáumst í næsta. Já, sterkur leikluti hjá Birninum, náðu sér í 3 mörk. En þá 20 mínútur eftir fyrir SR að skora þessi 4 mörk og jafna en þeir þurfa að spjalla það inn í klefa en það er 15 mínútur pása sem þeir hafa til þess.
Ja, þá fer þetta alltaf að byrja aftur fyrir þriðja leikhluta. 20 mínútur eftir, staðan 4-0 í hag Fjölnis. Fer þetta allt að koma. Pökkurinn endar hérna djúpt í varnarsvæði Björnarins. Og Björnir spilar honum upp. Viggo hérna kominn á flegi ferðina, ætlar að ná í þennan pökk á undan Edvard, en Martin kominn hérna sterkur til að hjálpa Viggo. Sendur hann hérna upp á Jón. Niður á Martin. Martin með skotið. Jón verður þetta. Axel kominn á flegi ferðina hérna. Og með Alex með sér. Alex setur hann á Nikita. Nikita verður þetta. Það er icing. Stór sjens þarna hjá SR. En Axel náði ekki alveg í hennan, hann var datt þarna og rann niður í horn áður hann gat potað pökknum inn. SR vinna face-offið. Skotið kemur, Kári. Og Björnin vinnar skotinu út úr svæðinu. Viktor fyrir miðjan ís, sendur hann upp á Leirdón. Hann er aðeins eitthvað að bablast hana með pökkinn, en Já, hann boblast þarna með pökkinn inn og setur hann djúpt. Leirdón reynir að finna hann á marki, en hann missir rétt svo á honum. Falur setur hann á marki, Jóhann verður þetta. Þeir eru bara eitthvað að dúlla sér þarna, það er ekkert að gerast. Þá er Hákon að reyna að koma að pökknum, en getur það ekki og dettur hann að. Þetta báðir! Og þeir verða svolítið pirraðir. Það er dómur, hvort það sé á fall, sennilega fyrir tripping þá. Það er tveir dómar. Falur kemst loksins í boxið. Falur er brjálaður. Já, skiljanlega. Þetta var ekki... Já, ég sá ekki alveg... Sýndist þetta að vera svona... Það var tvo til að dansa tangó, sko. Já, ég er sammála því. Þetta voru svolítið þeir báðir bara eitthvað að fíblast þarna. En SR fær 2 mínútur í powerplay, reyna að koma tilbaka hér, en strempi 4-0, 18,5 mínúta eftir. Pökknu droppað og það er SR sem vinnur þetta, sendir hann hérna upp á Edvard og Edvard á bláu línunni. Setur hann á Axel, niður á Alex, aftur upp á Axel og yfir á Kára. Kári tekur skotið, en Hector er þarna fyrir Edvard. Yfir á Axel. Og Axel sendir hann niður og ber á A. Hann missir af honum og Hector næra. Hector þannig berst pökkinn. Edvard. Setur hann niður á Alex, en Andri tekur hann líka mann og næra að stoppa þetta. Andri og Viggo skýtur hann út. Pökkurinn fer í icing, en það er ekki kallað. Og Axel flottur hann að feikar út fyrsta mannin. Hann skýtur sig hann alveg í gegn. Algjörskjöldlega, en rekst á sinn eigin leikmann. Alex hann var aðeins fyrir honum, en samt kemur Alex á markið og setja hann inn.
Alex nær að potanum þarna yfir krísið. Hver var þetta? Hún setta síðan inn í lokinn, var þetta ekki? Ég sá það ekki. Leikmaður, hvað er númer? Það sést ekkert í tölunar. Það er 23, þetta er Hákon Magnússon. Minkar bilið hérna upp í Fjölni, 4-1. 3 svona í viðbót og við erum komið með jafnan leik. Og snemmt þarna hjá Viggo. Það virðist bara vera í öðru hverju face-offi sem eitthvað gerist of snemmt. Já. Við ætlum endalaust að taka þau aftur. En Viggo, Björnin vinnur þarna þetta face-off og Viktor reynir að spila honum upp en Alex er þarna fyrir honum. fína árektir hjá Bjarnamönnum. Magnús setur hann djúpt. Alex kom með góða pressu. Og það er skot en Haukur hefði Þetta getað var potað hann tæpt. inn. Mjög tæpt en og Martin. Martin er með og skýtur og hvað heitir hann? Jóhann grípur hann. Flott varsla hjá Jóhanni. 2 sensar hjá báðum liðum bara strax. Hvor eftir annan. Alex þarna með góða pressu, nær að vinna hann. Reynir að finna Hauk en Haukur setur hann bara eitthvað lengst framhjá. Hilmar upp á Andri setur hann djúpt. Benedikt reynir að taka á móti honum, getur það ekki. Hilmar með skotið. Og skotmarkið fer alveg framhjá og fer næstuð í Sindra. Sindri nær rétt svo að beygja sig þarna frá. Þá er að Falur bak við markið hér. Og það er Reynir að finna mistan aftur sendinguna þarna fyrir. bak við markið og Ester kemur hann þarna út og Það er Andri sem setur hann upp á Já. Hilmar. Yfir á Leridon. Andri er aftur með hann og Flækist þarna í Fal. það er skotamarkið en Hilmar fer þarna. hann alveg langt yfir. Hilmar skýtur þarna í bara toppinn á hjálmunum hjá Jóhanni. Já, hann bara skallar hann. Já, skallar hann beint upp í netið. Eins og staðinu núna eru SR búin að ná einu marki á þessum tæpu 5 mínútur sem eru búin hérna, þannig þeir ná að jafna ef þeir halda þessu áfram. 1 mark á 5 mínútum. Það er nóg. Það er SR sem vinnur face-offið. En Hektor í flottri pressu næra pota pökknum tilbaka. Hróar setur hann síðan djúpt. Pökkurinn hérna niður í horninu. SR reynir að spila hann á móti en pökkurinn endur á Viktor sem tekur skotið. Hann grípur hann Þarna er og það er Sölva bara kastað. Já. Það sá enginn hvað gerðist, þannig að það er ekki dómur fyrir þetta. Nei, en Sindri ætlar að tala aðeins við hann, en það er bara aðeins viðvörun. Þetta var allavega ekki sjálfviljugt. Nei, ég hefði ekki haldið það. Einhver hefur líklegast kastað Sölva þarna. Og það er Björnin sem vinnur þetta face-off og Brynjar hérna sterkur á því. Kom með pökkinn fyrir aftan markið og það er bara reynir að vinna fyrir framan. markið. Drew með hann, setur hann niður á Brynjar. Brynjar sleppur að taka hann, heldur að það sé eitthvað fyrir aftan sig en það er bara Benedikt sem ætlar að reyna að sparka honum upp aftan. Snýr á sér þarna manninn, flottur Benedikt en Drew taka hann líka hann. Jæja, hann skuttlar sér yfir svellið. Alex, þetta er Haukur. Pökkurinn hérna í horninu. Drew reynir að vinna hann út. Viktor setur hann niður á Jón.
Niður á Viktor. Og alla leiðin upp á Martin. Martin nær að snerta bökkinn, þannig það verður ekki æsing. Og Kristján er fyrstur í hann. Martin setur hann á markið. Setur hann á markið en framhjá. Hann er búinn að vera svolítið í því í þessum leik. Já, það er mikið af þessum. En það gerist við bestu menn. Já. Bæði lið mikið búið að vera að setja framhjá alla leikinn. Mikið að lágum skotum bara við ísinn sem að markmenn bara pota hann framhjá. Og Benedikt reynir að finna sendinginu upp. Það gengur ekki. Martin chipar hann upp og... Einn á móti... Það er dómur. Það er dómur. Slashing. Á Hákon. Þetta var rosalega nálægt í að vera mark. Já, Benedikt gerir hann smá mistök, ætlar að reyna að skjóta hann fram hjá Martin. Martin nær að grípa hann og chipar hann upp á Viggo sem að kemur hann alla leið inn í svæðin. Hákon með gott backcheck. Vissulega fær dóm en stoppar við að hleypa öður markið inn sem er það sem SR þarf. Björnin, vinnur face-offi. Andri setur hann niður á Leirdón. Leirdón aftur upp á Andra. Yfir á Robba. Niður á Fal. Falur reynir að finna sendingur inn en gengur ekki og bökkurinn rennur þarna út fyrir Alex í harðri pressu hérna. Andri setur hann niður á Robba og aftur niður á Andra. Leirdón. Leirdón er með hann og hann dettur hann að... Þeir detta báðir, Robbi og Leirdón. En Falur vinnur pökkinn og setur hann bara yfir á Andra. Já. Leirdón niður á Hilmar. Hilmar skautur hann hérna, reynir að finna Robba hérna í droppinu en Alex skýtur hann alla leiðina yfir. Bakmarki, Gíska. Þetta er bara Martin. Viktor skauta með hann upp. Finnur Martin á bláu. Þetta er Martin. Yfir á Viggo. Ég var að gíska þetta. Og pökkurinn skoppar hérna alla leið yfir og Nikita tekur á mótunum 30 sekundur eftir í... Viktor fer hérna með að baka markið og Martin tekur á mótunum. Droppar hann aftur niður á Viktor sem skautar hann sjálfur. Viktor alveg hann að skýta sér í gegn og snýr af sér manninn, sendir hann upp á Viggo, Viggo yfir á Martin. Martin yfir á... Þetta var nálægt í þarna. Hvað þetta var nálægt! Skýtur hann hann í stöngina, Kristján. Förum í 5-á-5 spil. Þegar skotið kemur frá Viggo af bláu línunni. Martin missir hann. Og Haukur er þarna með hann. Kári setur svo skotið og skorar. Það er mark! Kári setur hann þarna rétt undir blokkerinn hjá Nikita. Setur hann inn. Mistök þarna hjá Fjölni sem að leiða til 2 á móti 1 og ekki mikið sem hægt er að gera í þeim stöðum. En SR er að takast það, þeir eru að skora mark á 5 mínúta fresti. Já. Ef þeir halda áfram þá er það jafn leikur eftir þessa byrjundu. Okkar menn eru aðeins að leika niður. Já. Það er Robbi. Reynir að spila með upp en flottur hann að Axel stoppar þetta og vinnur pökkinn fyrir sitt lið. SR er alltaf að taka sinn tíma í þetta uppspil. Axel spilur hann með þau og Alex en og síðan er Edward hérna kominn alla leiðin í gegn með pökkinn, skautar hann baka markið og Andri með risastórt Rosa-tjekk. Nú er það Leirdón sem kom á ferðina. Og hann Tekur skýtur skotið. en það er Blokkað þarna Alex
nær að blokka hann. Nú er Edvard Það er aftur. spenna í stúkunni. Viktor blokkar skoti á Edvard. Hilmar reynir að finna einhverju sendingu. Sendingi kemur ekki. Axel tekur skoti og setur hann upp. Netið. Stoppleikur. Stoppleikur. Já. Ég veit ekki, væri það skemmtilega ef að spilið myndi bara halda áfram ef það færi í netið eða? Ef það færi út af þú veist bara að hlaupa nóg í hann. Það var í mjög sér. Það væri mjög fyndið. Það var ekki ekki. Bara, Það var einu. dríðu, opna hurðina, opna hurðina. Það var svo. Já, Eins og í fótbolta. en já, SR eru komin hérna í pressuna. Magnús, tekur skotið. En fer aðeins framhjá. Ekki fyrsta skipti í þessu leik. Nei, prófar. Fyrir hann upp á Jón sem setur hann bara djúpt. Já. Horfir ekki einu sinni. Og það er hérna, ég sé ekki hver þetta er. Nei, en ég veit það að Viktor Örn tekur á móti honum í varnarsvæði og missir af þessari sendingu. Nær vissulega að chipa honum út en ekki útkoman sem hann vildi. Þá Kári Kári með. kominn hérna inn og Nikita. Það er geggjuð varsla hjá Nikita. Það er spenna. Það er spenna í liðinu sko. Heyrðu. Næstu þarna komið mark. Kári nær að koma sér fram hjá Viktor Erni. Var þetta ekki Viktor Örn þarna á blái? Ég bara veit það ekki. Nei, ég hefði haldið að hann var þarna á það. Já. Það er timeout sem að Fjölnir er að taka. Nei. Jú. SR. Nei. Jú, þetta er SR, tjók. Nákvæmlega, eins og ég sagði. Já, það er Kvenmenn hafa alltaf rétt fyrir sér. En mér sýndist samt Sindri vera að benda á að það væru... Ég vil hafa mikrofóninn. Já. Mér sýndist samt Sindri að vera að benda á að það væru mistök hjá boxinu að Fjölnir væru að taka timeoutið í raun. Já. Ég er ekki viss. Það getur vel verið. Þá var það ekkert lagað upp á töflu eða neitt. Þetta verður bara lagað í... Já. Bara minni eða eitthvað. Við munum Já. bara, þetta er Fjölnir frekar ef þetta var svoleiðis. Ég sá það ekki en boxið veit það. Það Martin er með hann og hann... Chippar hann hérna út. Já. Martin fær hann aftur og... Kristján setur hann djúpt. Edvard tekur á mótunum. Og Viggo skautur hann hérna inn. Fer með hann djúpt. Reynir að droppa hann fyrir aftur sig á eitthvað sem er Martin. Nær honum hann það. Og Martin... Setur Já, á Kristján. setur hann og það fór framhjá. Kristján hann í góðri stöðu til að setja hann inn en náði ekki alveg á pökkinn. Það er... Jón hérna baka markið. Hann býður eftir fleiri leikmönnum. Ætla að fá góða skiptingu. Allir. Og þeir eru bara eitthvað að dúlla sér. Sennilega að reyna yfir einhverjum smá tíma. Eru yfir, þannig er ekkert að flýta sér. Og það er skotamarki en það er varsla. Hilmar. Setur pökkinn djúpt. Falur tekur á móti. Falur setur hann yfir á Lerdón, yfir á Róbert, yfir á Andra. Andra með skot. Robby tekur hann aftur. Lerdón. Og hann droppar hann niður og... Pökkurinn undir fyrir utan svæði. Björnin ætlar að nýja að reyna uppspil. Og Lerdón er með hann. Nær Og snerting hann er kominn inn í varnarsvæði hjá SR. Edvard hann að Og- Alex skautar hann upp.
Stýra sér fyrsta mannin. Sendur á Axel og Nikita. Og Nikita grípur hann. Sterk varsla hanna. Það er SR sem Jæja, vinnur face-offið. Og það er skotamarkið og fer framhjá. Nálagt þarna Edward. Skotar með Haug. En Hector vinnur hann og er kominn á Og það Hector skuttlar sér yfir svellið og hann nær hann að baka markið og hann sendir hann upp á... Kristján Róse tekur skotið. Og það er flott varsla hjá Jóhanni. Og ennþá halda rifrindin áfram. Já, alltaf. Glaður að sjá Sölvi Stemningsmenn. komin aftur inn á eftir þetta hitt á hann sem hann meiddist í öðrum leikluta en hann er komin aftur inn á núna. En já, 7 mínútur og 45 sekúndur eftir. SR þurfa að fara að setja inn markið, ætla að halda áfram. Það er face-off í varnarsvæði SR. SR vinnur puckinn og sendir hana upp á vænginn. Sem heldur í áfram og Kári puckurinn fastur hann á skautanum hjá honum en það er dómur. Það er dómur á... það er interference. Á númer... Er það ekki... Það er leikmaður númer 21, það er Arnar sem var að næli sér í 2 mínútur fyrir interference. Ekki það sem SR er að leita af. Þeir eru undir. Þeir eiga ekki efna því að vera manni færri. Nei, sérstaklega ekki þegar svona lítill tími eftir þegar þetta verður búið þá eiga þeir einungis. En þeir eiga ennþá séns. 5,5 mínútu eftir þegar þessi penalty er búið. Og það er... Viktor þarna bara sendir hann niður á Kristján. Og áfram niður á Viggo. Sendur hann aftur upp á Og Kristján. það er skot og Jóhann grípur hann. Og það er mark! Viggo! Viggo tekur mark! Fyrir hönd Fjölni. Sendur hann aftur upp í 3 marka forystu. Þá er staðan 5-2 fyrir Fjölni. Vá, þetta var flott mark hérna. Þetta var geggjað. Næri ekki alveg að grípa þetta skot frá Kristjáni, missir puckinn, puckurinn skoppar hann upp og Viggo kemur aftan frá markinu og bara potar honum inn. En SR vinna þetta face-off. Alex kominn á flegi fyrir hann, Axel tekur hann og Haukur. Það er mark eða hvað? Ekki mark. Markadómari segir nei. Það er ekki mark! Markadómari og fljótur á sér að dæma þetta sem er inni en Stúkan er brjáluð hérna hjá SR. markið tekið af. Puckurinn skoppaði þarna af stönginu út. Fjölnir er ennþá í 3 marka forystu. Haukur, rosalega óheppinn að missa af þessu. Þetta var galopið mark. Þetta er það sem SR þurftu til að loka niðurstöðunni. Nú eru 7 mínútur eftir og 3 marka munur. Og Fjölnir vinnur þetta face-off. Sendir hann hérna upp á... Það er þetta sem setur hann þarna niður. Puckurinn endar aftur hjá Alex. Svo setur hann niður á Edward. Við spilum hann djúpt. SR kom honum inn í varnarsvæði hjá Fjölni. Og puckurinn er síðan skotið aftur Þeir hérna út. já. Baka. Mér sýnist Fjölni vera að reyna að vinna með eitthvað play hérna það sem þeir eru bara að skjóta pucknum út. Og það er skot en fór framhjá. Það er það sem mér sýnist Fjölni vera að gera hérna. Tóku timeoutið áðan í að tala um það. Ætla að spila með gæja hátt
og bara reyna að skjóta pökknum alla leiðin yfir. Það er hérna Robby, já, Robby skiptir er hann með við pökk í Viktor. bakmarkið. Sendir hann á... Viggo Þarna, þarna pínu fær tjekk, en- hitti á sig og pínu pirraðar eftir það en Viktor ætla bara að skauta alla leiðin upp og dettur hann á Agga fyrir hann hann línudómarinn Agga aðeins að flækjast. Kristján, sterkur á blálinni, vinnur hann, Viggo, Og skautar það hann inn, er setur hann á markið, skotamarkið og þeim... skorar ekki og enn er Viggo pirraður. Það er spenna í stúkunni, þetta er rosalegt. Viggo bara hættur að Það kemur spila bara til að skot eftir tala um skoti. Sindra, hann ætlar að kvarta svo mikið. Aftur er það Viggo. Viggo er með hann og hann missir hann út á svæði. Hver er alltaf að kvarta yfir Og hann þetta fer hann skiptið? inn í boxið. Hver er alltaf Viggo að kvarta yfir þetta skiptið? Það er spurningin. En já, Bökkur skopar hann alla leið upp í boxið. Betur fer fekk enginn hann í sig. Það er pirringur í leikmönnum og stúkunni. En já, 2 mínútur síðan seinasta flauta, þannig það eru komin meiri 5 sekúndur, 5 mínútur, ekki 5 sekúndur, 5 mínútur og 7 sekúndur eftir. SR vinnur face-off en Sölvi er komin strax í hann, tekur skoti, fer framhjá og Sölvi Ó. stórt hitt á sig, Þau bara í splitt þarna. splitt við batan. Axel reynir að spila honum upp Jæja. og Alex sterkur Það eru allir brjálaðir. Mikil spenna. Alex ætla bara að snúa sér í nokkra hringi hérna áður en hann fyrir að gera eitthvað og Sölvi Og hlýpur hennar pökk, næstu er því... offside en Nei, náður að fara út. já, hann náði að fara út. Og Hector reynir hann á honum, en nær honum ekki. Kári, spila honum upp. Gerir múið en það gengur ekki Hann og vippar hann eða út, en... Andri komin á Andri fleygiferðina. kom... Hann feikar, en nær honum síðan ekki. Setur hann þetta gegn klófið, Falur. Það er skot og það er mark! Andri hann úr hotinu, finnur Það er Fal sem er nýkominn inn á. Það er 6-2 fyrir Fjölni, 4 mínútur eftir. Ég tel mig alveg vera fínan reikningi ef ég er að reikna þetta rétt, þá er það mark á mínútu fyrir SR akkur núna. Já. Leikurinn aðeins að, já, SR að missa takið á þessum leik. Ég myndi segja að Fjölnir væri komið 9 fingur á sigurinn. Jæja, Fjölni vinnur þetta face-off og Jón hérna, það er mjög mikil spenna inn á sællinu. Kristján, þarf að reyna að Hann- finna eitthvað. Og hann skýtur, en Jóhann ver og það er pirringur fyrir frammarkið. En þeir róa sig fljótt. Tími fyrir tifandi. SR missa þarna, hvað voru þetta? 15 sekúndur eða svo, rúmlega. Það er Martin sem nær fyrsta þessum pökk, eða hvað, nei, Jón hérna setur hann niður á Martin. Og Setur hann á þeir markið. Missir, Viggo rétt missir á þessu séns. Sendingin kemur hann hátt yfir á. Þetta kemur hann, beiti gegn út, stórt hit! dettur! Og Jón tekur hann niður á punktinum. Magnús grípur þennan þar, offside. Ennþá er offside, Það er en offside, ekkert verið að þeir- kalla á það. Sýndist ekki vera maðurinn kominn út, en Þeir eru bara ekkert á hliðinni. nei. Dómarinn ekki alveg að sjá þetta, en Brynjar er kominn hérna inn á og setur hann djúpt. Sér það Gunnsteinn sem tekur hann á mótunum. Bökkurinn endar hérna uppi hjá Robba.
Robby ætlar að taka sér rólega. Pétur kominn inn á. Þá byrjar Robby spilið. Gunnsteinn missir af þessum. Það að fá sér sætið á bláu línunni. Það er svo þreyttur fyrir þetta. En þá er það Edward. Edward skuttlar sér hérna upp. Og Hér múiðan Leiridóni fyrir og það er offside. já. Tíminn svolítið farið frá SR hérna. Við erum komin niður í 2 mörk á mínútu. Já. Ég ætla að tella þetta nokkuð strempið. Já. Og það er, já, Falur sterkur á face-offinu og nær að vinna puckinn svona. Já, það er Hilmar sem er með hann og sendur hann yfir á Leirdón. Leirdón Spilur markið. nær honum ekki inn í þetta skiptið. Nei, Lukas hérna sendir hann upp á Hákon hann í pressunni. En sendingin kemur upp á Robba. Robby kominn á ferð. Og fer fram hjá markinu. Leirdón nær ekki að stoppa puckinn. Alex hérna sterkur í pressunni. Reynir að finna eitthvað en það finnst ekkert. Hann missir puckinn. Nú er það Haukur sem ætlar að reyna eitthvað en Robby sterkur á bláu línunni og heldur hann úti. Það er dómur. 6 menn inn á fyrir Fjölni. Eitthvað Já. sem sjáum ekki oft í meistaraflokk. Nei, mikið rétt. Skiptingar þá svona oftast komnar á hreint en ekki þetta skipti. En ég hugsa að Ég held samt að það breyta ekki miklu. nei, 1 mínúta og 17 sekúndur eftir. SR gæti nú nælt sér í 1 mark en já, það þurfti þá En að kannski ekki 4. nei. 15 sekúndur fyrir mark. Það er hægt. Það var nú sést áður. En ekki að maður ætla að flækja svona fyrir hvorum öðrum. Þannig að eftir þetta face-off SR vinna það en aðeins minnst tal. Flott spil hjá SR. En Brynjar, Brynjar, flottur. hann kemur hérna. Nær að setja puckinn hann alla leiðinu. Mínúta eftir. Axel, kominn inn. Og það er Tekur skotið. skotmarkið en fer út af. Nikita. 45 sekúndur eftir á 3. leikhluta. Já. Eina leið, er þetta ekki Jón hann sem situr í bóksunum? Eina leiðin fyrir hann til að koma aftur inn á er að SR skori. Þannig ég held að það sé bara Já. vonast að ekkert fara aftur inn á þessu leik. Svona ólíkt hockeyleikmanni. Robby. Það reyna að Já, setja nú. 40 sekúndur eftir. Skoppar bara af battanum og Kári. Það að reyna að búið til eitthvað spil Jæja, en það koma er hann út úr Falur sem að varnarsvæði. Falur setur killuna fyrir Og Axel er með hann. Kári. Það reyna að spila minni. Viggo stelur þessu. Viggo er með hann og Hann ætla bara að leika sér. og það er dómur. Hann var slashing á sig. 21 sekúnda eftir. Það er kannski... Hvað er að sjá hann að Viggo númer 21, 21 sekúnda eftir og Stúkan hjá byrnunum klappar fyrir þessum dóm. Já, 21 sekúnda eftir og það er fyndið að segja að Viggo er númer 21. Þarna var hann að fiska dóm. En já, ég tel 4 mörk á 5. En mark á 5 sekúndum er ekki að fara að gerast. Nei. Það ég að segja. En hver veit, allt getur gert í hockey. Jæja, það
Það eru 10 sekúndur eftir. Hann er kominn inn í varnarsvæði hjá Birninu. Ég hugsa að bæði liðin séu bara að chilla akkurat núna, sko. Edvard reynir ekki, sko. Og það er sigur á Björnin. Heimaleikur. 4 marka sigur. Næla sér í 3 stig. Þetta, ég verð bara að segja, þetta var slátrun. Já, þetta var svolítið slátrun, en eru að lengja sitt sigurrönn. Hvað eru komin upp í 4 leiki í röð núna? Já. Tóku Æi. nokkuð góða leik á móti Hafnarfirði, unnu á móti SA fyrir það, og síðan annar á móti Hafnarfirði sem er unnu líka. Þetta var mjög flottur leikur, mjög flott spil. Já, fyrsta perióda var svolítið spennandi. Byrjuðum á 1-0 í fyrsta leikluta, mikið fram og tilbaka. Síðan náðu Fjölnir að bæta það upp í 4-0 og héldu bara því forskoti eftir 3. leikluta. En já. Já, bara takk fyrir okkur og bara takk fyrir geggjaðan leik. Já, takk fyrir að horfa.